Var ekki þannig Halldór að atburðurinn á Facebook þegar það átumál? Já, þú var það sem settir ekki. Já, og svo stýrir þú bara hvernig hljóðu byrjar. Þann daginn og hjartanlega velkomin á þennan fyrirlestur þjóðhagsgerð, gerð þjóðhagslíkans fyrir ferðaþjónustuna. Þessi fyrirlestur á vegum Ferðamálastofu í samvinnu við Ferðaklassan og fyrirlestararnir í dag eru frá ráðgjafafyrirtækinu Hagrannsóknum SF. Og rétt til þess að ramma fyrirlesturinn inn, eða setja hann í samhengi, að þá réð Ferðamálastofa Hagrannsóknir SF til þess góða verkefnis í árslok 2020 að vinna að þróun og smíð þjóðhagslíkans, sem kallað þá gjarnan geiralíkan fyrir ferðaþjónustuna. Og megin tilgangurinn með þessari vinnu að efla greiningu
á áhrifum alls konar þátta á bæði ferðaþjónustuna sjálfa en eins samspil hennar við aðra geira efnahagslífsins. Og hvort sem að það eru ytri þættir, það er nú kannski aðal áherslan eða svona stóra áherslan á það að gera til að mynda stjórnvöldum og atvinnugreinum sjálfur eftir atvikum kleift að átta sig fljótar og betur á áhrifum skella sem kallaðir oft stórra og hraðara breytinga í ytri umhverfi. Hvort sem að þau stóru og hröðu áhrif verða annars staðar í hagkerfinu eða í ferðaþjónustunni. Að reyna að átta sig á niðurstöðunni, nettóniðurstöðunni fyrir hagkerfið og greinina og þar með má segja hinn tilgangurinn að átta sig á hvaða aðgerðir stjórnvalda, efnahagsaðgerðir og hagstjórn eru líklegar til að skila sem bestum árangri, bestum viðbrögðum við skellum. Og þetta líkan á að tengja við stóra og almenna þjóðarlíkan Hagstofunnar og gegnum þessi tvö líkön og tengingu þeirra ætla menn til að geta stunda þessa greiningu með skilvirkum hætti. Og þetta á að leiða meðal annars til þess að það verði betri vinna eða betri grunnur til þess að stunda síðan spá hagkerfið, hagvöxt og slíka hluti. Og þar kemur inn í annað verkefni sem að Ferðamálastofa vinnur nú að eða með verktaka í sem að bæta spágerðum alls konar þætti og kannski ekki síst fjölda erlendra ferðamanna til landsins fram á til lengri og skemmri tíma. Svo að tilgangurinn má segja merkilegur og göfugur í einhverjum skilningi. Þetta á að gera gagn. En ég geri ráð fyrir að fyrirlesararnir okkar í dag muni svo sem koma inn á þetta betur og þeir eru semst hérna með okkur tveir frá Hagrannsóknum SF sem að hafa unnið að þessu hluti af stærra teymi fólks sem er búið að vera að vinna í verkefninu og það Birgir Þór Runólfsson og María Skesson, báðir kennarar í Háskóla Íslands og Birgir ætlar að byrja og María tekur síðan við. Staðan á verkefninu tímanlega séð svo má segja að Hagrannsóknir í miðri á. Verkefnið sett niður á 3 ár og það fór af stað sem stafna kringum áramótin 2020-2021 og því á að vera lokið að óbreyttu í lok næsta árs. Og þeir eru búin að ná ákveðnum áfanga, þeir eru búin að ákveða hvers konar líkan þeir ætla að nota og þeir munu fjalla það það hérna. Þeir getið, ef þið hafið spurningar, þá getið þið farið inn á það getið nýtt ykkur Facebook og þennan atburð á Facebook síðu Ferðamálastofu til þess að skjóta spurningum á okkur eða fyrirlesarana og við tökum þær þá upp í lokin. Þannig að þeir svara þá eftir að hafa svona farið yfir málið og gera það í lokin. En við byrjum þá á Birgi Þór og verður velkomin við báðu tveir og yfir til því. Takk fyrir þetta Jóhann og komið þið sæl. Ég heiti Birgir Þór og ég mun hér ásamt Marías Gessinni kynna annars vegar rannsóknarverkefnið sem ég mun sjá hér og síðan mun Marías taka við og kynna þennan áfanga sem við köllum hérna hönnun líkansins sem við erum svona að kynna hér í dag. En það sem ég ætla að gera í raun og veru að setja þetta í smá samhengi og lýsa svona stuttlega þessu verkefni eins og það lítur svona út í heild sinni má segja. Og eins og Jóhann þetta kom inn á hérna áðan þá þessi markmiðið að þróa þjóðhagslíkan og það svona nokkurs konar
við köllum það geiralíkan, það er svona, má segja, lítið þjóðhagslíkan, þar sem við höfum í raun og veru 2 geira, það er að segja hagkerfið í heild sinni, má segja, og svo hins vegar horfum við sérstaklega á ferðageiran eða ferðaþjónustuna. Og markmiðið sem er að þróa fyrst slíkt líkan og síðan að tengja það inn í þjóðhagslíkan, og reyndar er þá verið að tala um þjóðhagslíkan Hagstofunnar. Og þetta er gert til þess að svara svona ýmsum spurningum sem að snúa fyrst og fremst náttúrulega að ferðaþjónustunni eða ferðageirunum, en samt í samspili við hagkerfið í heild sinni. Og þegar á glærinu sjáum við svona nokkur atriði sem að væri hægt að skoða út frá þessu verkefni sem í framhaldi þeirra því er lokið. Þetta eru svona markmið rannsóknarverkefnisins. Þetta er 3 ára verkefni eins og Jóhann nefndi, þróa þetta þjóðhagslíkan og gera það keisluhæft og geta þá gert ýmsar keislur í þessu líkani til að svara svona ýmsum spurningum eins og komið var inn á. Og í þessu felst líka ekki bara að skrifa og smíða líkanið, heldur líka að kynna niðurstöðunar á öllum stigum verkefnisins. Þegar hver þáttur fyrir sig sem er búinn og kynnum við það á vegum Ferðamálastofu og annarra aðila. Þetta er 3 ára verkefni. Við erum búin að klára verkþátt 1 og 2 gerðum það í fyrra. Eins og Jóhann nefndi þá hófst verkefnið áramótin 2021 og á árinu 2021 þá kláruðum við 2 fyrstu verkþættina. Það var annars vegar svona að skoða þjóðhagslíkun almennt og síðan þjóðhagslíkun sem eru sniðin fyrir tiltekna geira eins og til dæmis ferðaþjónustu. Þannig að við erum að leita fanga í fræðilegum skrifum og hagnýtum líkunum erlendis líka. Þetta kynntum við sér í júní í fyrra og það má finna skýrslur þetta inn á vef Ferðamálastofu eins og þannig bent á. Og í dag erum við að fara að kynna verkþátt 3 og það er þetta sem við köllum þá geiralíkanið fyrir ferðaþjónustu. Hérna er þetta svona verið að kynna grunnlíkanið. Það er búið að setja saman líkan, það er búið að pröfukeyra það eins og Marías mun skýra hérna á eftir og síðan í framhaldi förum við þá í aðra verkþætti sem er þá verkþáttur númer 4 sem er þá að raun og veru að halda áfram með þetta tiltekna geiralíkan, meta stuðla þess, fá gögn og annað og búa til svona líkan sem að skila þá einhverjum niðurstöðum hvað varðar íslenskt samhengi. Samlega því förum við síðan í verkþátt númer 5, þó hann sé númer 5 og komið á eftir 4, þá er hann eiginlega þar á stað nokkuð samhliða, en hann felst í því að nýta það sem við erum að fá út úr geiralíkaninu og búa þá til svona hliðarlíkan getum við sagt, sem er ætlað að tengjast inn í líkanið sem að Hagstofan er með. Þar sem þjóðhagsspárnar eru gerðar reglulega af Hagstofunni, að það verður þá viðbót inn í það líkan, því að í líkanið Hagstofunar er ekkert gert ráð fyrir sérstakum ferðaþjónustu geira. Þannig að tilgangur hérna er að búa það apparat til sem verður þá síðan hluti af líkani Hagstofunar. Og þetta vinnum við náttúrulega þá í samvinnu við Hagstofuna síðar. Þannig að þegar það er komið, orðið virt, þá er þetta að svara svona spurningunum betur í samhengi við allt annað sem er að gerast í hagkerfinu, þó svo að tilgangur sé líka með geiralíkan að svara samt sem áður slíkum spurningum líka. En líkan Hagstofunar er starra líkan, það er svona meiri og fleiri útfærslum og myndi skila kannski betri eða fleiri niðurstöðum varðandi ýmsa þætti. En svo tvenns konar afurðir sem sagt í verkþætti 4, geiralíkanið og í verkþætti 5 að þá er þetta líkan sem að tengist inn í Hagstofulíkanið og við sjáum það samspilið þar á milli. Síðan er verkþáttur 6 og það er í raun og veru að taka þetta geiralíkan, fullbúið svona lítið þjóðhagslíkan og setja það í búning, þar sem við köllum svona notendavæna hugbúnaðarumgjörð sem er síðan þá hægt að hafa á vegum Ferðamálastofu og einhver á þeirra vegum. Við getum þó keyrt það líkan svona til að svara ýmsum spurningum og einfaldan hátt má segja. Það er satt markmið að það verði svona tiltölulega notendavænt, getum við sagt, það sé ekki flókið að keyra slíkt líkan fyrir þennan geira. Og sem ætlunin er að ljúka þessu öllu saman á 3 árum eftir að verkið hefst.
smá yfirlit yfir þetta sama. Þá var verk okkur eitt að fjalla að skoða þjóðarslíkun almennt og hagnýtt not þeirra. Þannig að við getum fundið út hvers konar líkun getur hugsanlega henta fyrir okkur. Í öðrum þættinum þá fórum við yfir tiltekin geiralíkun sem að finna erlendis og reyndum að meta kosti og galla þeirra til að hjálpa okkur við að smíða okkar líkan. Og svo í dag, verkáttu 3, þá þetta tiltekna líkan sem við erum að koma með, hönnunin og því sem verður kynnt. Og síðan í framhaldi verkáttu 4 að reyna að fullgera þetta líkan í raun og veru, þá miða við svona gögn og metna stuðla frá íslenskum aðstæðum og síðan tengingin við líkan Hagstofunnar og síðan 7. þátturinn að þá það að setja þetta saman til geiralíkan í svona notendavænum búningi sem hægt að keyra á út frá hagsmunum ferðamálastofu eða þeirra umhverfi. Þetta svona almenn yfirferð yfir verkið í heild sinni, en það sem við erum að kynna hérna í dag hönnun líkans í verkþætti 3, hönnun á þjóðarslíkunni og Marías mun sjá þá kynningu, ég gef honum nú orðið. Góðan daginn, Marías heiti ég og ég ætla að taka við að Birgi og sýna ykkur eða fjalla hönnun á þessu geiralíkani sem Birgi kallaði, sem hvað maður að segja, lítið þjóðarslíkan þar sem að við tökum sérstaklega tillit til ferðaþjónustu sem atvinnugreinar. Og það sem ég ætla að gera með ykkur að ef við skoðum aðeins yfirlitið yfir mína glærur, þá ætla ég að byrja á að fjalla með ykkur markmiðið með þessari líkanagerð. Síðan ætlum við að kíkja á uppbyggingu líkansins, þar sem ég ætla að lýsa fyrir ykkur hvernig líkanið uppsett og hvernig hvað maður að segja, viðskipti eiga sér stað í líkaninu. Og síðan ætla ég að fjalla aðeins notkun á líkaninu og sýna ykkur svona fyrstu keyslur með líkaninu, þar sem við reynum að nota líkanið til þess að greina áhrif á ferðaþjónustu og aðrar hagstæðir í líkaninu. En það ber að hafa það í huga að þetta eru prufukeyslur, þar að segja að það eru gerðar með mörgum fyrirvörum sem ég mun fara yfir á eftir og ber því ekki að taka þær of alvarlega. Og síðan ætla ég að klára þetta með því að fjalla næstu skref í þessari líkanagerð. Birgir búinn að fjalla með ykkur næstu skref verkefnisins og ég ætla síðan að fjalla eins nánar þá næstu skref sem varða þetta geiralíkan. Nú, markmiðið með líkanagerðinni að hvað maður að segja að búa til það sem við hagfræðingar köllum almennt jafnvægislíkan, þar að segja líkan af hagkerfinu í heild sinni, þar sem að í raun og veru tekið tillit til áhrifa alls, þar að segja breytinga sem hafa áhrif inn í hagkerfið og sem geta haft áhrif á marga markaði í einu, þó svo að uppruni breytingana sé kannski á einu markaði, að þá tekur líkanið tillit til áhrifa yfir á aðra markaði en þá sem að viðkomandi breyting á uppruna í, til dæmis ef að það verður breyting á eftirspurn eftir ferðaþjónustu erlendis, að þá hefur það áhrif náttúrulega á markað fyrir ferðaþjónustu innanlands og síðan áhrif þá á vinnumarkað, þar sem það verður aukin eftirspurn eftir vinnuafli og aukin eftirspurn eftir fjármunum og aðföngum sem að ferðageirinn notar og svo framvegis. Þannig að við viljum hafa almennt jafnvægislíkan, þar sem að við getum tekið tillit til áhrifa á alla helstu markaði hagkerfisins. Síðan viljum við búa til líkan sem byggir á traustum, hvað maður að segja, hagfræðilegum grunni, þar að segja eindahagfræðilegum grunni eða rekstrarhagfræðilegum grunni, þar að segja að líkan sem að, hvað maður að segja, það sem stenst
grunnhagfræði kenningar það hvernig fyrirtæki og einstaklingar hegða sér og taka ákvarðanir. Og síðan, og ekki síst, þá viljum við hafa hérna atvinnugreinaskipt líkana því að við viljum greina áhrif ytri breytinga á þjóðarbúi í heild sinni og líka á ferðaþjónustuna. Þannig að við þurfum að hafa líkan þar sem við erum með fleiri en eina atvinnugrein, þar sem við getum skoðað ferðaþjónustuna sérstaklega. Þannig að við getum bæði skoðað áhrif breytinga í hagkerfinu á allt hagkerfið og líka á ferðaþjónustuna og svo áhrif breytinga sem verða í ferðaþjónustunni. Það sé áhrif breytinga sem eiga rætur sinna rekja til ferðaþjónustuna og hvaða áhrif það hefur síðan áhrif á heildarhagstefnir. Og þetta líkan viljum við sjá geta notað til þess að, eins og ég sagði, að greina áhrif breytinga sem verða annarkvort í ferðaþjónustunni sjálfri eða í hagkerfinu, bæði á hagkerfið í heild sinni og á ferðaþjónustu. Og hérna getum við verið að tala alls konar breytingar eins og breytingar í skattheimtu, breytingar í eftirspurn erlendis, breytingar á verði ferðaþjónustu á erlendum mörkuðum og hækkanir á aðfangaverði, olíuverði og alls konar þætti. Og svo að lokum að þá þetta líkan sem ég ætla að kynna hérna í dag, svokallað grunnlíkan. Það er að segja að þetta svona algjört grunnlíkan þar sem að við tökum tillit til, nauðsynlegra þátta sem í svona líkani þurfa að vera, en síðan hægt að bæta við þetta líkan með hliðsjón af því hvaða spurningum á að nota líkanin til að reyna að svara. Til dæmis í þessu grunnlíkani ekki opinber geiri og þarlendi getum við ekki fjallað skattheimtu og þess háttar mál í líkaninu eins og það núna, en það stendur til og í næstu skrifum verkefni sem að bæta opinberum geira í líkanið þannig að möguleiki verði á að tækla slíkar spurningar með líkaninu. Og líkanið sem sagt það fylgir í raun og veru uppbyggingu svokallara DSGE líkana sem eru má eiginlega túlka sem eru eiginlega, kann maður segja, hagsveiflulíkön sem hafa verið þróuð á undanförnum svona 20 árum af hagfræðingum til þess að greina peningamála aðgerðir og kann maður segja rætur hagsveiflu í hagkerfum. Þannig að þetta líkan fylgir slíkum líkunum hvað varðar það hvernig heimili og fyrirtæki taka ákvarðanir. Það er að segja það byggir á þessum hagfræði grunni þar sem við gerum ráð fyrir því að heimilin sé að reyna að ná einhverjum markmiðum og fyrirtækin líka og síðan svo fæst ákvarðan að taka heimil og fyrirtækja út frá þeirra markmiðasetningu sem gefur svona það sem við kallum jafnvægi skilyrði í líkaninu. En líkanið hefur einnig einkenni svo kallara CGE líkana sem meira svona, hvað maður að segja, líkun sem fjalla meira langtímaþróun hagkerfis eða svo verður hagvaxtarlíkun. Að þetta líkan okkar, að það hefur þau einkenni CGE líkana að við gerum ráð fyrir að verð séu sveigjanleg líkanu og þetta þá í raun og veru raunlíkan. Það er að segja sveigjanleg verða, þá gerum við ráð fyrir því að til dæmis laun og vextir og afurðaverð aðlagist það sé engar hindranir fyrir verða aðlagast í kjölfar ytri breytinga. Og þetta raunlíkan þar sem að allar breytur í líkaninu eru raunstærðir. Það er að segja þegar við tölum laun þá erum við að tala raunlaun eða kaupmátt og þegar við tölum vexti þá erum við að tala raunvexti og þegar við tölum einkaneyslu þá erum við ekki að tala virðið einkaneyslu heldur raunverulega fjöldi eininga af vörum og svo framvegis. Og síðan þetta líkan með fleiri en einni atvinnugrein sem líka einkenni margra CGE líkana að þau eru sett upp með fleiri en einni atvinnugrein til þess að unnt sé að greina áhrif breytinga á mismunandi atvinnugreinar. Og að lokum þá þetta líkan okkar með það sem við segjum sveigjanlegum fallform. Það er að segja að við
að það oft gert ráð fyrir í þjóðhagslíkönum eins og DSG-líkönum frekar einföldum fallformum sem að þrengja ákveðna möguleika varðandi til dæmis teiknistika, það að segja hvernig eftirspurn eftir vöru bregst við verðbreytingum og þess háttar og aðföngum. En í þessu líkani notum við sveigjanlegra fallform til að opna möguleikann á því að við getum fengið stærra rúm af mögulegum niðurstöðum varðandi það hvernig breytingar á verðum og þess háttar hafa áhrif á eftirspurn í hagkerfinu og eftirspurn eftir einstökum vörum og eftirspurn eftir aðföngum í atvinnugreinunum. Og líkan eins og ég sagði grunnlíkan, þannig að það hefur þessa grunnþætti sem að þjóðhagslíkanin þurfa að hafa, það er að segja annars vegar heimili og hins vegar fyrirtæki. Og síðan vegna þess að þetta líkan fyrir opið hagkerfi, að þá náttúrulega verðum við líka að taka tillit til útlanda, það er að segja. Og þá eru útlöndur raunverulega samastanda þá líka af heimilum og fyrirtækjum sem við gerum ráð fyrir að raunverulega taki ákvarðanir á sambærilegan hátt við innlend heimili og fyrirtæki. Og heimilin eins og venjan í þjóðhagslíkunum að þá hafa heimili ákveðin hlutverk að þau vinna og fá launatekjur, þar að segja að heimili býður fram vinnuafl og vinnur og fær launatekjur frá fyrirtækjum. Og heimili spara með því að til dæmis þessu líkan að kaupa skuldabréf eða að byggja fjármagnsstofnun hagkerfisins, þar að segja vélar og tæki sem að fyrirtæki nota við framleiðslu. Og það gert ráð fyrir að heimilin eigi fjármagnsstofnun sem oft svona einföldun sem notuð í þjóðhagslíkunum og raun og veru leigi fyrirtækjum fjármagnsstofnun til þess að nota í framleiðslu. Og svo gerum við náttúrulega líka ráð fyrir að innlend heimili eða heimili eigi innlend fyrirtæki og fái þá greiddan arð ef það hagnaður þá af rekstri fyrirtækjana. Og þannig að þetta svona hefðbundnið í þessum DSG-líkönum að heimili vinna og fá launatekjur, þau spara og fá vaxtatekjur og þau eiga fyrir innlend fyrirtæki og fá greiddan arð sem verður til eða fá greiddan þann hagnað sem verður til í fyrirtækjanum. Síðan það nýtt í þessu líkani að heimilin náttúrulega eins og í DSG-líkunum og þjóðhagslíkunum að þau kaupa síðan vöru og þjónustu af innlendum og erlendum fyrirtækjum og kaup þeirra vöru og þjónustu af erlendum fyrirtækjum flokkast á sem innflutningur. Þetta hefðbundið í þessum líkunum en það sem þá öðruvísi hér að það eru mismunandi vörutegundir sem að heimilin kaupa og vegna þess að við erum að mótilæra ferðaþjónustuna sérstaklega og þá verðum við að skipta þeim vörutegundum sem heimilin kaupa upp í þá ferðaþjónustu og aðrar vörur. Og við gerum ráð fyrir því að vörurnar séu það sem við segjum misleitar í hagfræði, það er að segja að vörurnar eru ekki eins frá sjónarhóli neytenda sem náttúrulega lógist að gera ráð fyrir og það veldur því að fyrirtækin hafa smá svigrúm í verðlagningu á vörunum, þar að segja að þau geta til dæmis hækkað verð á vörum án þess að þau missi alla sína markaðshlutdeild og svo framvegis. Og þannig að kaup heimila á vöru og þjónustu í líkanu eru þá þannig að heimilin náttúrulega eins og ég sagði ykkur áðan að þau ákveða þau hafa tekjur, vaxtatekjur og launatekjur sem þau síðan ákveða að verja annars vegar til kaupa á vöru og þjónustu og hins vegar í sparnað. Og síðan ákveða þau eru búin að ákveða hversu mikið þau ætla að kaupa vöru og þjónustu, hvernig þau ætla að skipta þessum útgjöldum í vöru og þjónustu til kaupa annars vegar á ferðaþjónustu og síðan á öðrum vörum og þjónustu. Og síðan þegar það búið að ákveða hversu mikið á að kaupa ferðaþjónustu þá ákveða heimilin hversu mikið þau ætla að kaupa af innlendri ferðaþjónustu og síðan af
af erlendi eða innfluttri ferðaþjónustu. Það að segja hversu mikið þau ætla að nota í að ferðast innanlands og hversu mikið þau ætla að nota í að fara til Tenerife eða erlendis. Og eins og fyrir aðrar vörur og þjónustu þá þurfa heimilin líka að ákveða hvernig þau ætla að verja útgjöldum sínum til kaupa á öðrum vörum og þjónustu, til kaupa þá á vörum og þjónustu sem framleidd innanlands og svo á vörum og þjónustu sem framleidd erlendis og þá innflutt. Og þetta var svona yfirleitt yfir heimilahliðina í líkaninu. Nú fyrirtækjahliðin, eins og ég kom inn á, að hún skiptist hérna í 2 geira. Annars vegar það þá þessi ferðageiri sem við ætlum að módelera sérstaklega í líkaninu og svo það almennur geiri þar sem við bara tökum þar sem eru allar aðrar vörur sem eru þá framleiddar. Þannig að allar aðrar vörur og þjónusta en ferðaþjónusta. Og ef við skoðum ferðageirann fyrst, að þá þar að segja báðir geirarnir standa frammi fyrir svipuðum vandamálum. Það er að segja að þeir þurfa að ákveða hversu mikið þeir ætla að nota af vinnuafli og fjármunum og hvaða verð þeir ætla að setja á afurðir sínar og svo framvegis. Og en það einn meginmunur hérna og sá munur að við gerum ráð fyrir því að ferðageirinn að hann kaupi aðföng af almenna geirunum innanlands í sinni framleiðslu. Þannig að breytingar sem verða í ferðageira, þær hafa áhrif þá eða smitast þá út í aðra geira atvinnulífsins í gegnum þá kaup ferðageirans á aðföngum frá öðrum geirum. En ferðageirinn sem sagt þeir framleiða ferðaþjónustu og selja innlendum heimilum og erlendum og það telst þá til útflutnings, það er að segja sala á ferðaþjónustu til erlendra aðila. Og til þess að framleiða þetta þá notar fyrirtæki í ferðaþjónustu vinnuafl, fjármuni, það er að segja vélar og tæki og húsnæði og svo framvegis og aðföng frá almennum geira, eins og ég talaði um áðan. En hins vegar líka fyrirtæki í almenna geiranum að þau framleiða þá bara aðra vörur og þjónustu sem þá selt innlendum fyrirtækjum í ferðageira og svo innlendum heimilum og erlendum heimilum, það er að segja, og það þá útflutningur þessa almenna geira. Og þau nota þá vinnuafl og fjármuni við framleiðslu sína. Og á þessari mynd sjáum við svona hvernig, það er að segja, hringrás efnahagslífsins í þessu líkani Það er að segja, ef við byrjum vinstra megin uppi, að þar erum við með erlend fyrirtæki sem að framleiða bæði ferðaþjónustu og aðrar vörur og þjónustu eða vörur sem að þau selja þá til innlendra heimila og náttúrulega til heimila í útlöndum líka, en það ekki það sem skiptir máli fyrir innlenda hagkerfið. Þannig að hérna sýnum við bara það sem skiptir máli fyrir innlenda hagkerfið. Þannig að erlend fyrirtæki selja ferðaþjónustu og aðra vörur og þjónustu til innlendra heimila og innlend heimili kaupa síðan líka vörur og ferðaþjónustu af innlendum fyrirtækjum. Og þá kemur örvarnar niðri frá gula svæðinu yfir í innlend heimili. Og innlend heimili láta innlendum fyrirtækjum að hendi vinnu og fjármuni og fá tilbaka laun og vexti og þann hagnað sem verður til í innlendum fyrirtækjum. Og innlend fyrirtæki selja ekki bara til innlendra heimila heldur einnig erlendra heimila og sem gefur okkur þá örvarnar frá vörum og ferðaþjónustu innlendra fyrirtækja til erlendra heimila neðst vinstra megin. Og já, ég sé reyndar að það vantar einu og öðru inn á línurít sem þá
flæði af vörum frá úr guðlasvæðinu neðarlega í miðjunni frá innlendum fyrirtækjum sem framleiða almennar vörur til ferðaþjónustunnar sem vantar hérna inn á. Nú líkanið, þó ég segi þetta sé lítið líkan, að þá það kannski eins lítið og það getur orðið. En vandamálið bara við það að þegar maður byrjar að bæta við mismunandi geirum í þessi hefðbundnu þjóðarslíkun að þá fjölgar jöfnum mjög hratt í líkanu. Og þó þetta líkan sé eins einfalt og raun og veru getur orðið að þá hefur það samt sem áður að geyma 46 jöfnur. Og þessar jöfnur í líkaninu þær samanstanda af jöfnum sem lýsa ákvörðunum heimila og fyrirtækja. Það að segja jöfnur sem einhvers konar jafnvægisskilyrði sem að koma út úr eða samrýmast ákvörðunartöku heimila og fyrirtækja og lýsa þar leiðandi einhvers konar jafnvægi í hagkerfinu. Og síðan eru líka jöfnur sem lýsa til dæmis markaðsjafnvægi eins og til dæmis það að heildarnotkun á vinnuafli verður að vera samanlögð notkun á vinnuafli í almenna geiranum og ferðageiranum verður að vera jöfn á heildarframboði á vinnuafli frá heimilum og svo framvegis. Og til þess að geta leyst líkanið þá venjan svo að við þurfum að hafa jafnmargar innri breytur og jöfnur og þessar 46 innri breytur eru þá breytur eins og til dæmis verð á ferðaþjónustu innanlands, verð á almennum vörum innanlands, laun, vextir, framleiðsla í atvinnugreinunum, vinnuaflsnotkun í atvinnugreinunum og verklandsframleiðsla, raungengi og svo framvegis. Og síðan höfum við þarna 4 ytri breytur í líkanu sem eru þá, kann maður að segja, innri breytur, segjum við í hagfræðina eru breytur sem að gildi á þessum breytum ráðast af líkanu og ytri breytur eru þá breytur hverra gildi ráðast á utan líkansins. Og þessar breytur hérna í þessu líkani eru til dæmis 4, það erlend eftirspurn, það að segja eftirspurn erlendra heimila sem eitthvað sem að ræðst utan þessa líkans, það að segja líkanins fyrir geiralíkans fyrir íslenska ferðaþjónustu. Og síðan erum við með verð á almennum vörum erlendis og verð á ferðaþjónustu erlendis og síðan eru vextir erlendis ytri breyta líka. Og þegar við síðan til þess að nota líkanið þá þurfum við einhvern veginn að leysa það og síðan að herma líkanið og það gert hér með því að nota forrit sem kallast Dinar og forrit sem hefur verið, sem keyrt í MATLAB til dæmis og hefur verið hannað og þróað af seðlabönkum og háskólum í Evrópu. Aðallega til þess að leysa og meta og herma þessi svokölluðu DSG-líkön. Og lausn á líkanið felst þá í að finna raunverulega fyrir hverja af þessum innri breytum yfir tíma. Og í forritinu þá kemur lausnin út þannig að hver innri breyta þá skrifuð eða rituð sem fall af svokölluðum stöðustærðum og ytri breytum. Og stöðustærðir eru breytur þar sem að túlka gildið þeirra á ákveðnum tímapunkti. Og svo erum við með það sem kallast flæðistærðir sem það sem að við túlkum gildið þeirra á ákveðnu tímabili. Og stöðustærðir í þessu líkani til dæmis fjármagnsstofninn og erlendar verðbréfaeignir heimilanna sem við túlkum þá í lok hvers árs til dæmis. Og innri breytur eru þá breytur eins og einkaneysla og fjárfesting þar sem við mælum þær á ákveðnu tímabili, þar að segja á yfir viðkomandi ár.
Og hver innri breyta, þá lausnin þá þannig að hver innri breyta þá rituð sem fall af gildum stöðubreytana í upphafi árs. Þannig að gildi innri breytu á ákveðnu ári það háð gildi stöðubreytana í upphafi árs og ytri breytunum á viðkomandi ári. Og þetta gefur okkur síðan, að segja, einhvers konar lausn sem sýnir okkur það hvernig innri breyta í líkaninu þróast yfir tíma. Og þegar við hermum líkanið þá erum við raunverulega að skoða breytingar eða breytingu í einni ytri breytu í einu og hvaða áhrif sú breyting hefur þá á þróun innri breyta líkansins. Hér getum við verið að tala bæði ytri breytingu sem tímabundin, til dæmis hækkun á aukning erlendrar eftirspurnar í 1 ár eða þá aukning í nokkur ár eða varanlega breytingu, til dæmis eins og hækkun á skatthlutföllum og svo framvegis. Þá felst hermunin í því að skoða hvaða áhrif slíkar ytri breytingar hafa á þróun innri breytana í líkaninu yfir tíma. Nú, líkanið ólínulegt líkan, eins og flest hagfræðileg fyrirbæri eru ólínuleg, sem gerir það verkum að lausn á líkaninu erfið, reiknifræðilega. Og í Dínar líkanið leyst með því að nálga líkanið eða jöfnur líkansins eða breytu líkansins við það sem við köllum stöðujafnvægi og má túlka sem langtíma þróun hagkerfisins. Og þá túlkum við gildi breyta í líkaninu sem hlutfallslegt frávik frá þessu stöðujafnvægi eða langtíma þróun hagkerfisins. Og til þess að leysa líkanið þá þurfum við að hafa tölulegt mat á stuðlum líkansins og þessari langtíma þróun. Og það sem dæmi stuðla sem við þurfum að hafa tölulegt mat á eru teiknistuðlar, þar að segja teikni sem til dæmis í eftirspurn aðfangaeftirspurn fyrirtækja í ferðageiranum og þá segir teiknistuðutin okkur til það hvaða áhrif breytingar á verði á aðföngum hafa á notkun ferðageirans á aðföngum frá öðrum atvinnugreinum. Eða þá teiknistikar í eftirspurn heimila eftir ferðaþjónustu versus öðrum vörum eða eftir innlendri ferðaþjónustu versus innfluttri ferðaþjónustu og svo framvegis. Og þetta eru til dæmi stuðla í líkaninu sem við þurfum að hafa töluleg gildi á til þess að geta leyst líkanið og hermt það. Og síðan þurfum við einnig að hafa upplýsingar langtíma þróun hagkerfisins. Til dæmis sem dæmi upplýsingar þar sem við þurfum að fá til dæmis eins og hversu mikinn hluta af neysluútgjöldum heimilanna fara að venju eða að meðaltali til kaupa á ferðaþjónustu annars vegar og öðrum vörum hins vegar og hversu mikinn hluti af útgjöldum heimila til ferðaþjónustu fara þá í kaupa á innlendri ferðaþjónustu versus erlendri ferðaþjónustu að jafnaði. Og þannig að þetta eru þá upplýsingar sem við þurfum að hafa og þessar upplýsingar liggja ekki fyrir ennþá vegna þess að það næsta skref þessa verkefnis við líkanið að fara út í þetta tölulega, að vinna við þetta tölulega mat. Og þess vegna ber að taka niðurstöðum herman á líkaninu eins og það núna með fyrirvara vegna þess að við höfum ekki ennþá farið út í þetta tölulega mat með íslenskum gögnum og þess vegna höfum við leyst líkanið og herta með því að gefa okkur forsendur teiknistika og langtímaþróun hagkerfisins.
Og á þessari mynd hérna, þar eru svokallaðar prufukeyslur þar sem sýndar niðurstöður úr hermun á líkaninu að gefnum forsendum gildi á stuðlum og langtímajafnvægi eða stöðujafnvægi hagkerfisins. Og við skulum ekki vera að taka töluleg gildi of alvarlega hérna heldur aðalega markmiðið með þessum myndum aðalega að sýna hvað hægt að gera í líkaninu. Og hérna til dæmis prófa ég að skoða hvaða áhrif aukning erlendrar eftirspurnar hefur á innlendar hagstæður hérna vinstra megin. Og hérna þá að tala það að erlend eftirspurn hún aukist 10% í 1 ár. Og þetta bara eitthvað sem ég gef mér og það engin rök eða þetta bara bara dæmi. Og hér þá 10% aukning erlendar eftirspurnar í 1 ár og það að segja að erlend eftirspurn eykst 10% í 1 ár og svo dregst hún saman aftur á ári 2. Og hérna sjáum við þá hver áhrifin eru þá á Y sem verg landsframleiðsla, C sem einkaneysla, R sem raunvextir, S sem raungengi, það raunverulega andhverfa raungengis, þannig ef S hækkar þá raungengið að lækka og 12 þá raunlaun eða kaupmáttur. Og hér sjáum við þá hvernig hagkerfið bregst við þá á ári 1 sem árið sem eftirspurnin eykst og svo hvernig það aðlagar sig síðan yfir tíma að raunverulega að uppfælu langtímajafnvægi hagkerfisins. Og síðan þessi keyrsla með aukningu í erlendri eftirspurn að hún hefur það sem við köllum bara svona samhverf áhrif á atvinnugreinarnar í hagkerfinu vegna þess að ef erlend eftirspurn eykst að þá hefur það áhrif bæði á eftirspurn eftir ferðaþjónustu og öðrum vörum og síðan á eftirspurn eftir ferðaþjónustu sem framleidd innanlands og eftirspurn eftir öðrum vörum sem framleiddar innanlands. Þannig að þetta svona samhverf áhrif. Þannig að virðisaukinn sem verður til í þessum tveimur atvinnugreinum að hann í raun og veru sá sami hérna, það að segja sem endurspeglast hérna í aukningunni í vergri landsframleiðslu. Það að segja hérna eykst verg landsframleiðsla 1% og svo dregst hún saman. Og hérna það þá þannig að virðisaukinn, það að segja verga landsframleiðslan, að hún eykst 1% í báðum atvinnugreinum. Og þess vegna ég ekki að sýna sérstaklega mynd hérna fyrir neðan það sem ég skipti virðisauka aukninguna í hvorri atvinnugrein fyrir sig. Og hérna sjáum við til dæmis á myndinni hérna vinstra megin að þó það verði 10% aukning í erlendri eftirspurn þá eykst verg landsframleiðsla aðeins 1% sem helgast af því að þetta almennt jafnvægislíkan og þegar að eftirspurn eykst að þá fer í ganga ákveðið ferli í hagkerfinu, til dæmis að fyrirtækin auka eftirspurn eftir vinnuafli og fjármunum sem gera það verkum að laun og vextir hækka, sem gera það verkum að kostnaður fyrirtækina eykst og það lendi afurðaverð líka og svo framvegis. Og það leiðir til þess að endanleg aukning framleiðslu verður minni en aukningin í eftirspurninni sjálfri. Vinstra megin hérna myndanum erum við að skoða það sem við köllum ósamhverfa hnekki eða skelli. Það að segja hér erum við með þá 10% hækkun á verði ferðaþjónustu erlendis í 1 ár. Og þá sjáum við hérna að myndin fyrir verga landsframleiðslu, einkaneyslu, raunvexti, raungengi og raunlaun eru svipaðar og fyrir myndinni. Það er að segja að verg landsframleiðsla eykst, einkaneysla eykst, vextir hækka, laun hækka og gengi styrkist. En þar sem þetta eru ósamhverf áhrif, það er að segja að þetta hækkun á verði ferðaþjónustu sem má gera ráð fyrir að hafa öðruvísi þá áhrif á innlendan ferðagera heldur en á almennan gera innanlands. Þá sjáum við hérna á neðri myndinni að þessi aukning í vergri landsframleiðslu að hún dreifist ójafnt á milli atvinnugreina tveggja.
Það er að segja hérna VAF-AG er þá value added eða virðisauki í almennu atvinnugreininni og VAF-AT er þá virðisauki í ferðaþjónustu. Og hérna sjáum við þá að það verður mun meiri aukning í virðisauka í ferðaþjónustu heldur en í hérna almennu atvinnugreininni. Og raun og veru getur það gerst hérna að virðisaukin í almennu atvinnugreininni dragist raun saman á meðan virðisaukin í ferðaþjónustunni eykst. En eins og ég sagði áðan að það ber að taka þessum keyslum með fyrirvara þar sem að þau byggja á stuðlagildum og mati á langtíma þróun hagkerfisins sem hefur ekki verið metið með íslensku gögnum heldur er þetta bara forsendur sem við gefum okkur. Þannig að aðal tilgangurinn með því að sýna þessar myndir hérna er bara að gefa dæmi það hvað hægt er að gera og greina með líkaninu. Nú, næstu skref í þá vinnu við líkanið eins og við þetta líkan er eins og við ætti að vera ljóst hérna er að leggja tölulegt mat á stuðla og langtíma jafnvægi hagkerfisins og þetta er gert með því að við þurfum að annars vegar með tölfræðilegu mati á jöfnum, til dæmis á eftirspurnarjöfnum eftir mismunandi vörutegundum og aðföngum í ferðageira og hins vegar með því sem köllum við upplýst ágiskun þar sem við öflum okkur upplýsinga svona hlutfall yfir langan tíma, það er að segja hvernig hlutfall hafa þróast í hagkerfinu yfir tíma, eins og til dæmis hlutfall útgjalda heimila sem fer til kaupa á ferðaþjónustu og reynum að draga ályktunum það hvert það hlutfall er að jafnvægi út frá gögnum. Og síðan ætlum við líka markmiðið líka hérna að bæta við opinberum geira og þá opna möguleika að skoða áhrif skattheimtu í líkaninu og síðan þarf að prófa líkanið og bera það saman við keyslur eða niðurstöður úr hermunum á öðrum líkanum eins og til dæmis líkani Hagstofunnar. Og síðan þurfum við að raunverulega umreikna niðurstöðu líkansins yfir í þróunarferli hagkerfisins. Það er að segja að niðurstöðu líkansins gefa eins og við talaðum áðan að maður túlkar breytur í líkanum sem hlutfallsleg frávik frá þessu langtímajafnvægi eða stöðujafnvægi og þannig að til þess að geta fengið upplýsingar það sem við köllum levelstærðir, krónutölur og svo framvegis að þá þurfum við að geta vita þessa að hafa eitthvað mat á þessari langtíma þróun hagkerfisins til að geta umreiknað prósentunar í krónutölur eða magntölur. Og það er þá einn hluti af því sem þeirri vinnur sem framöndan. Og þetta var allt sem ég ætlaði að segja hérna, þannig að ég þakka þá bara fyrir mig og gef Jóhanni orðið. Já, takk fyrir það. Takk ykkur báðum kærlega fyrir mjög greina góða lýsingu á verkefninu. Það er ein spurning komin sem að frá Dr. Gunnari Haraldsyni hjá Intellicon og hann spyr hvaða gögn þið notið til að mæla erlend eftirspurn og verð á ferðaþjónustunni erlendis. Já, stuttamálið svar að við höfum ekki gert það ennþá. Það er nefnilega það er raunverulega næsta skref í verkefnavinnunni er að nota gögn til þess að meta teknistika og svo framvegis. Þannig að eins og ég sagði áðan að þá byggja þessar keyslur sem ég sýndi þarna á forsendum breytingar til dæmis erlendri eftirspurn en ekki á raunverulegum gögnum. Þannig að við höfum ekki ennþá, eins og ég segi, við höfum ekki næsta skref verkefni sem er að fara út í mat á teknistöðlum og þá munum við nota gögn en við erum ekki búin að nota neinn gögn ennþá. Já, ekki búin að ákveða þessar hvaða gögn það Nei, við erum ekki búin að ákveða Nú, það er ekki aðrar spurningar.
Ég ætla nú rétt að tekka það samt til vonar að vara. Nei, það er ekki aðra spurningar að svo komum máli. Og við þakkum kærlega fyrir, en ég ætla líka að nefna við ykkur síðast en ekki síst kannski, fyrir þá sem eru vel að sér í þessum málum og áhugasamir þjóðarslíkun og gerð þeirra og gagnsemi, að við munum birta skýrslu frá Hagrannsóknum SF núna eftir hádegið akkurat þetta svona efni fyrirlestrarins, nema þar getum við sagt, farið mun meira fræðilega í hlutin og meira á dýptina. Þannig að áhugamennum jöfnur með grískum táknum fá nóg að stúdera í þeirri skýrslu. En þannig að sjálfsagt að nefna það því að skýrslan mjög áhugaverð fyrir áhugamennum með þetta efni. Og við þakkum það bara kærlega fyrir og við sjáum síðar með fleiri verkefni fljótlega strax næstu viku. Verið bless.